Men nú ætlum við að fara yfir verkefni sem var senasta verkefni í vegferðinni 1 árið 2018 og var svona samantektar verkefni sem ég ákvað að sleppa núna í ár og leiði ykkur en bara í staðinn að gera þetta í gegnum hópverkefni 2. Þetta verkefni fólst í því að taka svona saman öll þessi tól og allt þetta sem við erum búin að vera að fikta í. Þannig að ef við skoðum hérna hér höfum við sem sagt það sem var gefið í verkefninu og við opnum bara ritilinn hérna og færum þennan í burtu. Gefum okkur svolítið pláss hérna og skoðum aðeins hvað er í gangi hérna. Þannig að það sem við höfum og það sem ég er búinn að gera er þá sérstaklega fyrir það sem við erum búin að vera að gera er að setja upp öll þau gerum þetta frekar svona öll þau tól sem við erum búin að vera að vinna með hérna. Þannig að hér eru þau bara öll mætt saman. Þannig að við erum að fara að setja bara roll-up, við ætlum að nota Babel með roll-up, við ætlum að vera með Babel pluginið, við ætlum að vera með Node.js, við ætlum að vera með Concurrently, StyleLint, ESLint og Browsersync. Síðan sett ég upp ESLint með því að gera npx ESLint init. Það sem að npx gerir þetta við hérna, köllum í þetta ESLint sem var vistað hér, í gegnum npm. Það er það sem þetta npx gerir. Svörum spurningunum hérna eru svörin mín. Og svo yes við að installa, þannig að þá var installa enn frekar hérna þessum StyleLint configum. Síðan tók ég StyleLint RC sem að skilgreinir þá í raun hvernig við erum hvaða guidelines við erum að nota í StyleLint og setti það hérna inn í StyleLint RC. Þetta var það búið til hérna úr ESLint. Síðan var gefið hérna roll-up sem ég held reyndar ég þurfa að uppfæra. Þetta er ekki alveg up to date með það sem við vorum að gera. Sjá, eittur og þetta hérna var líka, sorry. Hérna, dæmi frá því sinnstöku, tökum roll-up þaðan, svona, við erum reyndar ekki að vinna með þetta. Já, við erum ekki að nota neitt npm, þannig að við þurfum ekki hérna resolve og command.js og við ætlum ekki að vera að böndla þessu saman með hérna terser til þess að uglifæja eða minifæja kóðan okkar. Þannig að þetta er roll-upið okkar. Síðan er ég búinn að búa til þessi skript hérna og út af þetta er orðið svolítið mikið þá nýtti ég það að við getum búið til skriftin okkar og sagt þessi tvípunktar hérna. Þannig að ég segi fyrir í raun öll testskriftin sem testa í raun, keira ekki í raun test en þau í raun keira samt sem að þau svona hlut sem að haga sér eins og test, svona testlíki sem eru þessir lintirar. Þannig að við erum með ESLint og StyleLint og við segjum hérna test tvípuntur.ESLint, test tvípuntur.StyleLint og síðan fyrir test þá segir ég bara concurrently npm tvípuntur.test tvípuntur.stjarna. Þannig að þá keirir concurrently öll npm task sem heita test tvípuntur eitthvað. Síðan gerum við það sama fyrir build sem er þá eitthvað svona one-off build sem buildar allt dótið okkar einu sinni og síðan fyrir dev þá keirir það upp í raun Browsersync, rollup og SAS með í watch hegðun. Þannig að það sem við getum þá gert þess að byrja að forrita og í okkar þessu umhverfi sem við settum upp er í raun að keira hérna npm run build sem keirir þá allt einu sinni
ok, op. Babel helpers já þetta sé að við erum með þannig að þetta hérna í raun býr allt til og við segjum hérna í raun þetta fyrir dist bundle og það sem gerist hérna í SAS er að við tökum source styles og setjum í dist styles CSS þannig að við hendum þessari mappi hér og keyrum þetta aftur þá er hún búin til frá grunni og þá höfum við hérna svo bundle.js og style CSS og bæði er í raun builduð útgáfa af source möppun okkar. Þegar við erum með svona dist möppu eða build möppu eða hvað sem er í raun útkomin úr því að keyra einhver tól á einhvern ákveðin kóða og búa þá til einhvern afleitan kóða sem er oft kallað build artefaktar. Þetta er í raun eitthvað sem verður til í buildferlinu. Þá erum við hvorki að vera svona heilug með hann. Við höfum alltaf að geta bara hent þessari möppu og okkur vera alveg sama. Að hún er alltaf afleita af því að keyra tólin okkar á einhverja möppu og fá þetta sem útkomu. Þannig að okkur er alveg sama um hana, við höfum að geta eitt eins og er og hérna ætti raun alltaf áður en við bildum upp á nýtt, þá ættum við að eyða henni bara til að passa upp á að við skiljum ekki eftir eitthvað sérstaklega ef við erum að búa til eitthvað meira við erum kannski að vinna með myndir eða við erum að búa til fleiri JavaScript-skrár við erum að skipta á JavaScript-skrána okkar upp í fleiri skrár eða eitthvað þá ættum við alltaf að eyða henni fyrst og síðan tjekkum við hana ekki inn í source control. En í þessu tilfelli það leyfum við það því það er ágætt að hafa eitthvað hérna til þess að sjá ef við erum að skoða þetta á GitHub hvað er í gangi. En allavega þannig að nú getum við keyrt hérna npm run dev og það keyrir þá í raun öll hérna browsing, rollup, SAS þetta. Þetta er opnað hérna á hinum skjánum mínum. Þannig að þá skiptum við yfir í þetta og þá er þetta í raun það er einhver sem tók af mute og byrjaði að spila tónlist og byrjaði að spila núna mig. Já, takk. Þannig að þetta er gefna hérna útlitið og það sem á að gera hérna er í raun að við erum að íta þannig að taka og þá ákomum upp timer sem að gefa okkur 10 sekundur og við erum að svara eins mörgum spurningum og við getum í einu sem er þá í raun kemur frá hérna dæminu sem við fórum yfir í hérna fyrst til að gefa JavaScript þar sem að var í raun bara búið til einhver svona random dæmi 10 + 3, 4 × 6 og eitthvað svona og svo þegar það er búið þá í raun gefa stig eftir einhverju ákveðnu formúlu og geta skráð þau stig á þessa stigatöflu hérna. Það sem að við höfum í raun allt útlit og ég hef búin að laga svona mest allt sem hann var að en ef við keyrum sér núna npm test sem keyrir hérna test skipunin okkar hérna þá eru sagt, villur í þessu. Þau eru langflest í JavaScriptinu þegar það er það sem við þurfum að gera en hérna sjáum við sko við fáum alveg fullt af einhverjum hávaða með þannig að það er alltaf gott að keyra hérna með *s til þess að bara fá outputið úr tólinu og þá reyndar fá auka hávaða hérna úr frá concurrently en þá sjáum við hérna hér er ein villa eftir í SAS-inu mínu þannig ég ætla að fara að laga það það er að þessi lína á að vera fyrir ofan þessa línu þannig að núna er allt SAS-ið mitt í lagi það eru bara villur í JavaScriptinu og það er út af því að þetta er aðalega bara eitthvað gefið og við lögum það núna þá er það í raun svona áður en ég klára þá vil ég raun keyra þessa skipun og ég vil ekki fá neitt tilbaka því þá alltaf vera í raun að uppfylla þessa kóðastíla og þetta sem við settum upp í byrjun. Þannig að við erum komið þetta, við erum komið þetta, við erum komið þetta þannig að þá erum við bara að byrja að útfæra JavaScriptið og þá er hérna sagt, þetta að við erum að blanda saman ýmsu hérna hérna erum við reyndar að nota default export þetta er bara verkefnið eins og var tekur sér svo sem ekki að vera að fara að hérna refactora yfir í svona named export þó ég myndi mæla með því þannig að við erum með eitthvað hérna sem er eitthvað sem heitir game við erum með eitthvað sem heitir helpers
sem heitir high score, question og storage. Þannig að question hérna í raun útfærsla sem að býr til þessar spurningar sem við höfum séð nú þegar. Þannig að þetta hérna exportar bara falli sem heitir question sem að býr til spurningu fyrir okkur. Þannig að þetta bara eitthvað sem við þurfum ekki að spá í. Þetta bara útvært hérna. Flott Svo erum við eitthvað sem heitir storage. En þetta á að sækja og vista gögnin í local storage og local storage virkar þannig að fyrir í vafranum getum við sagt vafranum að geyma ákveðin gögn fyrir vefinn okkar. Við munum sjá þessi næstu viku hvernig þetta virkar. En sjáum hvort að við náum að útfæra þetta eða hvort við klárum það bara í næstu viku. Þannig að hérna í raun búið að exporta einhverjum föllum sem á að hlaða inn gögnunum og vista gögnin og hreinsa gögnin. Þannig að þetta í raun myndi engin stig skráð þá út af því að þetta hérna skilar engum gögnum. Byrja leik, klára hann, vista síðan með nafni og stigum, setur þetta í local storage og clear væri þá tengt við þetta hérna sem við myndi hreinsa út úr local storage. En eins og ég segi, sjáum hvort við náum í þetta. Síðan erum við með high score. High score er útfærslan á þessari hérna stigatöflu. Og síðan erum við með leikinn sem þá að gerast hér. Og þá erum við hérna með svona eitthvað ýmislegt dót. Og ef við skoðum það aðeins, þetta er ekki responsið þannig, útlitið á þessu. Við skoðum aðeins betur hérna hvað er í gangi hérna. Við séum hérna, þetta er aldrei gert. Þannig að við erum með eitthvað fall sem heitir finish. Við erum með eitthvað fall sem heitir hérna tick. Þannig að þetta fall sér það að sína okkur þess að teljaran sem gerist á meðan þetta að telja niður þangað til að leikurinn búinn. Síðan erum við að búa til nýja spurningu. Hún fer þá hérna undir spurningar. Hérna. Þá fær hún í rétt útlit. Svo erum við eitthvað hérna sem að byrjar leikinn og núllstillir og gera allt. Kallar í fyrsta sinn í tick og tick þá þetta sem að tikkar áfram leikinn okkar og segir okkur þá hversu langt eftir og hættir leikinn þegar við erum komin niður fyrir gefinn tíma. Síðan erum við með eitthvað on submit á hérna það sem kemur hérna fyrir neðan og eitthvað fleira. Síðan höfum við sett init hérna og init tekur þá inn í hversu langur leikurinn á að vera og það er skilgreint hérna sem eitthvað fasti sem við getum hugsanlega breytt eitthvað eða leyft einhverjum að breyta sem er hversu lengi við erum að spila. Þannig að við byrjum bara að útfæra leikinn sjálfur. Þannig að við getum spila leik hérna áður en við förum að búa til eitthvað í high score. Þannig að það sem við ætlum að byrja að gera er að hugsa bara hvað er það sem þetta init þarf að gera. Ef við skoðum index.html þá er þetta bara alveg eins og við vorum að gera í seinasta dæmi. Að við erum hérna með eitthvað gefið HTML og það er fyrir okkur skilgreint eitthvað form hérna fyrir eða form á HTML-inu fyrir hérna problem sem þá það sem við erum að hérna það sem við erum að fara að spyrja notandann. Þannig að við fjarlægjum hérna þetta hidden þá sjáum við hérna hvar við svörum. Timerinn er hérna sem segir hversu langur tími eftir. Questionið er þá hérna fyrir ofan sem þá eitthvað hérna. Þetta er þá eitthvað tími hérna og hann er hérna fyrir ofan og þetta þá alltaf að vera uppfærast hérna eftir því sem að sekúndurnar líða þá tikkar þetta niður og við nýtum þetta hérna að vera með eitthvað hidden og hérna hidden þannig að við tekum þetta þá er þetta formið fyrir stigatöflunum okkar þannig að við losnum við það að þurfum að búa til HTML-ið þetta en við þurfum eins og vera að tengja þetta saman þannig að við þurfum að byrja því að finna hér er einhver takki byrjum á að finna hann. Hann heitir hérna einhvers staðar byrja leik, start. Hann er hérna button, large. Þá getum við séð hvernig stílarnir eru settir upp fyrir þetta. Þá eru þeir að nýta sér hérna þetta. Við erum með button, svo erum við með hann hidden, þá er hann display none. Svo erum við með hann large og þá er hann stærri. Þannig þá sjáum við hérna þessar tvær útgáfur af tökkum. Þannig að við erum aftur að nota BEM hérna til að búa til þessar mismunandi típur og fyrir í raun þetta allt saman. Þannig hérna erum við með fyrir problem,
þá hérna það sem að fela þetta núna, svo fyrir resultið, það sem að fela þetta og síðan stíluna sjálfa. Ok, þannig við viljum finna þennan takka og hann bara þarna heiti start. Þannig að við setjum þetta hérna til hliðar, svona, já, bara felum þetta. Þannig að við viljum setja hérna þetta, start button þessi. Þannig hérna búið að setja þetta, ok, problem og result síðan eitthvað sem við þurfum að hérna finna líka. Þannig að við getum bara fundið það jafnáðum hérna. Result og problem, smeltum því inn hér. Þannig að þá erum við búin að finna vísanir í result hérna og í problem hérna og getum gert eitthvað við það þegar við þurfum. Fjarlægjum þetta. Síðan þurfum við að gera eitthvað þannig að þegar ég smelli á þetta hérna þá gerist eitthvað. Og þá, það sem við gerum til þess að bregðast við þessu er að bæta við event listenerum. Þannig að ég ætla að segja þegar ég ít á starttakan þá ætla ég að gera startfallið. Startfallið er hérna uppi. Eða hvað? Það er hérna. Og þá að byrja leik. Þá að fela startbutton, sína problem, núllstilla total, sem segir þá stigin og fjölda réttra ágiskana, kallar í fyrsta sinn tick og sýnir fyrstu spurningu. Þannig að þetta ýtir þessu alltaf stað. Ok, þannig að þarna er í raun búið að gefa svona upp svona leiðina, skriptið að þessu. Þannig að byrjum að því að fela startbutton og sína problem. Ok, þá getum við nýtt okkur þetta. Við erum í raun með þetta sett upp hann sem button hittinu til. Og þá getum við nota klasslist sem er á elementinu start button. Þá bætum við þetta button hitten og þá er sama skapi fyrir problem. Þá fjarlægjum við það. Þannig að núna ef við byrja leik þá hver takkinn og spurningin birtist. Ok, flott. Síðan vildum við núllstilla total og korrekt. Þannig að hérna uppi er sagt total, fjöldi spurninga í núverandi leik, korrekt, fjöldi réttra svara í núverandi leik. Þannig að við erum að byrja nýjan leik sem því að við þurfum að núllstilla þetta. Hér er eitthvað truflokkur. Hérna sjáum við grípur ES-linda strax, þannig að ef við gerum þetta hefðum ekki ES-lind til þess að benda okkur á þetta og við förum hingað og opnum konsolið og gerum hérna, þá fáum við type error út af því að hérna fyrir ofan er total skilgreind sem const. Þannig að við erum að fara að breyta þessu, þannig að við ætlum að breyta þeim báðum í let. Þá getum við gert þetta núna, ok, virkar alveg eins, nema nú erum við búin að vita að við vitum að þetta er alltaf 0. Af því að ef við byrjum nýjan leik eftir annan leik, þá viljum við passa upp á að við séum ekki með sama. Hvað var svo sem við vildum næst? Kalla í fyrsta sinni tick. Ok, og ef við skoðum tick, uppfærið tíma á síðu. Þannig að það kallar í finish ef að current, sem er núverandi sekundur eftir, er minn en 0. En svo kallar það í timeout á 1000 millisekundar fresti á current -1. Þannig að þetta er það sem að tick er að gera, er að fyrsta skipti kallum við það með hérna, tímanum sem á að vera lengd tímans. Síðan setjum við þannig að eftir sekundu setna kallum við aftur í það með þá tíman að þegar við myndum lokun yfir þetta hérna gildi sem er þá í okkar tilfelli verið 10 fyrsta kalli, næsta kallar mér þetta með 9 að þegar við sjáum við skiljum hérna falli. Þannig að þetta hérna skilar falli. Við kallum í það með 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 og þá er kallað í finish. Þannig að við þurfum í raun hérna að uppfæra timerinn, það er það sem við viljum gera hérna. Þannig að þá þurfum við að finna timerinn. Þetta er hugsanlega ekki besti staðurinn til að setja þetta, hugsanlega ættum við að færa þetta hérna fyrir utan. En höfum þetta hérna, svo viljum við bara uppfæra textan í þessu. Þannig að núna erum við í hverja einasta tikki og hverja einustu sekundu erum við alltaf að kalla aftur og aftur í query selector, en það er ekkert búið að breytast í millibilinu. Þannig að þetta er auka vinna sem við erum að framkvæma í þessu falli. Þess vegna ættum við að færa þetta út.
ok, þetta er í raun bara það sem við þurfum að gera hérna og síðan þurfum við í raun að segja í sem sagt startfallin okkar, þá þurfum við að kalla í þetta í fyrsta skipti og við ætlum að gera það í raun eftir sekundu. Þannig að nú ítum við að byrja leik, þá erum við farin að telja niður og þá er það út af því að við erum að reyna að telja niður hérna. Og svo það sem gerist þegar við erum búin er bara reference error, points is not defined. Þá getum við segja að sú villa kemur hérna í finish sem er hérna fyrir ofan, eða ekki? Jú, hérna sem við lokum. Og þá er þetta einhver texti sem á að skrifa út en við höfum í raun ekki, þetta point hérna er undefined. Ok, við höfum samt eftir að sýna fyrstu spurninguna. Þannig að það sem við þurfum þá að gera er í raun að nýta okkur, það er hérna hjálparfall, eða var hjálparfall? Nei, en búum okkur til hjálparfall sem að við köllum sem sagt show question. Nei, var það til? Já, það er hérna. Ég bara tók ekki eftir því. Hvað sett ég hitt? Rúslega týndur hérna, svona. Þannig að í því ætlum við að finna, ætlum að nýta okkur hérna þetta problem til þess að pudra inn hérna spurningunni og síðan þurfum við að gera eitthvað þannig að þegar notandi nýtir á þegar ég slæði eitthvað inn hérna og ít að svara og þá gerist eitthvað sem telur hvernig við gengur. Þannig að fyrir show question þá erum við að sýna spurningu, þannig að við erum þá að segja við erum búin að sýna aukum sýndar spurningar um einn. Við ætlum að búa til nýja spurningu og það er þá kall í create question. Einhver hluti vegna vill hún ekki importa því, en ef við skoðum aftur hvað er hérna, þá höfum við sér question hérna. Já, hún exportar þessu. Já, það er export default, þannig að núna virkar það ekki, en ef við gerum eins og export function question, segjum bara nei, þú ert ekki að vera default hérna og við köllum þetta create question og sjáum við núna af hverju það er oft betra að nota named import þegar núna ef ég gerir það sem ég var að gera á hann hérna og ég skrifa create question þá finnur hún þess að núna út af því að hún er í raun nefnt export þannig að hún finnur þetta hérna og stingur upp á auto import from question og þá segir hún okkur hérna create question problem string answer any og gefur mér hérna documentationu. Þannig ég get beitt á enter og þá er hérna efst búið að importa þessu frá question reyndar án single quotes sem er það sem að ESLint er að kvabba í mér hérna endarast kvabba alltaf þannig að þá fæ ég hérna eitthvað current problem sem er þá spurningin og þá viljum við birta það í reitnum sem er þá í raun að segja við þurfum að finna reitin hérna í question problem underscore question hérna þessi gaur finnum hann með því að segja question problem.query selector problem question aftur getum fært þetta út svo segjum við bara text context fyrir þetta verður spurningin úr current problem.problem ok, nú getum við prófa hérna byrja leik eitthvað ekki að gerast sjá ekkert hérna, ok hvað klikkar, já eins og venjulega þá glemtum við bara kall í fallið þannig að við ætlum að segja hérna show question nú byrjum við leik og þá sjáum við hérna spurningu 1, svara nú gerist eitthvað, ég fór aftur ég submitaði forminu, það var ekki prima default á forminu þannig að við fórum bara við reloaduðum síðunni þannig að það er þá næsta sem við viljum gera
í raun að bæta við fleiri event-lesunum hérna og þá fyrir í raun fyrir score-formið. Þannig að ef við skoðum aftur hérna þá erum við með form hérna sem heitir score-form. Við erum ekki búin að finna það. Og þá erum við með hérna sem sagt þetta. Nei, þetta er problem answer formið. Við viljum fá unsubmit hér til þess að gera eitthvað. Þannig að við ætlum að fá svona og við ætlum að segja score form færum þetta svona. Þannig að þegar við submittum þessu formi þá viljum við kalla onSubmit fallið hérna uppi. OnSubmit, þá núna fáum við í raun prevent default. Þannig að núna ef við byrjum leik og við skrifum eitthvað hérna þá gerist eitthvað hérna út af því að við erum í raun hérna með show question og show question er að gera bara hérna það að hún er að búa til nýtt question, bæta total og skiptum problem. Þannig að nú erum við bara komið það alltaf þegar ítalinn að taka þá byrjum við nýja spurningu. En við erum samt líka að uppfæra bókhaldið okkar hvort að svarið sé rétt, hreinsa inputið og birta nýja spurningu. Við erum núna bara að birta nýja spurningu. Það sem við þurfum að gera er í raun þá að finna inputið okkar og inputið okkar getum við fundið út frá eventnum. Þegar eventið er þá bara targetið sem að eventin er að þegar við munum hvernig þetta haga sér onSubmitið hérna á þessu formi sem að inniheldur þetta input og hérna button rítu það, þá fæ ég event. Eventin er hérna í þessum hlut hérna sem heitir bara targetið í honum er þá í raun það sem að initiataði eventin sem er form submitið og það er þá formið sjálft og þá getum við sagt query selector á því og fundið inputið, það er bara eitt input, við vitum það og það er inputið okkar og síðan getum við fundið svarið að þegar við sjáum hérna ef við skoðum aftur HTML-ið okkar þá er number og við bara gefum okkur það að það sé bara alltaf number. Þannig að við þurfum að taka inn töluna og svo hérna parse int á input valueið. Getum ekki notað get attribute hérna út af því að það vísa bara í fyrsta attributið eins og var í byrjun en value er dynamist og notum hérna number parse int sem er hérna réttari útgáfan af parse int og 10 hérna, þetta á að vera í 10. kerfinu og þá er þetta orðað number og þá berum við það saman við current problem sem við vistum hérna fyrir ofan í create question. Einhver hildi hjá mér að hérna, ok. Nei. Úps, svona. Hérna í show question. Þannig að við vistum það hérna innan hérna í þetta. Þannig að við getum þá borið það saman hérna. Svona, if current problem .answer, jafnt og answer, þá er correct plus 1, þannig að þá erum við komið rétt svar og svo hérna show question, nema þá eftir að hreinsa, þannig að ef við keyrum þetta núna frá byrjun, við gerum hérna 0, þá er þetta með 0, það er vandræðilegt, þá þarf ég að fara að stróka út, það eru dýrmætar millisekúndur tapaðar, þannig að við segjum bara input.value jafnt og tómistrengur. Sjá, ég var að missa einhverju hérna. Já, samúðlegt með Babel helpers. Ég veit ekki alveg hvað þetta er. Veit ekki. Við hendum þessu bara. Er einhver munur á undirstriki og bandstriki í BEM hjá þér í þessum styles? Já, munurinn er í BEM er að hérna fyrir button. Þetta er blokkið. Button blokkið okkar. Skilgreinir kubbin okkar, það sem við erum að birta hérna. Bandstrykk, síðan modifier sem er seinasti parturinn í BEM, block element modifier. Þetta er modifier á buttonum okkar sem segir hann á núna birtast með öðrum formerkjum. Formerkjum verður þarna, hann á að vera falinn.
hann á að vera stór. Síðan erum við með element sem er eins og hérna, sem er þá underscore og það eru þá önnur element undir blokkinu okkar. Þannig að núna þegar ég gerir hérna byrja leik, þá er þetta, allt þetta hérna er sem sagt er blokkin problem segi ég. Þannig að við erum með timer hérna og það er annað element innan blokkarinnar. Þannig að þá getum við hugsað með þetta er kassi sem er spurningin okkar og innan hennar eru önnur element. Og þá segjum við elementin eru með underscore, modifierarnir sem segja allir eins og hérna hidden eru bandstrygg. Ok, þannig að núna erum við búin hérna í onSubmit að gera hvað gerist þegar við submitum einhverju. En nú eigum við í raun eftir síðan að gera hvað gerist þegar leiknum lýkur. Þannig að þegar leiknum lýkur þá að birta result, felur problem, reiknar stig og birtir result. Og hérna er textin sem við eigum að birta. Þannig að þá þurfum við aftur að í raun fela þetta. Þannig að þá aftur felum við bara við hérna, bætum við þetta hérna, hidden-görnum. Og það er svolítið ætlum að gera í þessu finish-falli sem að tikkarinn okkar sér að keyra áfram. Þannig að við ætlum að fela question blokkin okkar hérna í finish. Við felum hana og þá einfallega nýtum við okkur bara CSS og það við erum með þetta hérna hidden. Þannig að núna þurfum við ekkert að fara að segja eitthvað display non-style punktur eitthvað. Heldur bara nýtum okkur CSS og togglum eða fjarlægjum eða bætum við klössum í gegnum klasslist. Síðan ætlum við að fjarlægja þetta frá result sem er þá hinn-gaurinn hérna sem er þessi. Þá fjarlægjum við result hidden. Síðan þurfum við að reikna í raun skorið okkar. Og skorið okkar er eitthvað sem við höfum hérna í high score og hérna er í raun gefið eitthvað reiknað stig fyrir svör. Lókum þessu bara núna, við erum búin að skoða þetta í bili, fáum aðeins meira pláss. Reiknað stig fyrir svör út frá heildarfjölda svarað á tíma. Ekki þarf að gera ráð fyrir hversu lengi sem þetta spurning var sýnd. Stig verða alltaf reiknuð fyrir n-1 af n spurningum. Heildarfjöldi spurninga, fjöldi svara rétt, tími sem spurningum var svarað á í sekundum. Þannig að þetta er í raun bara útfærsla sem er í raun bara hvernig viljum við reikna út skor. Það er alveg pæling út af fyrir sig. Þannig að við ætlum í raun að segja bara hvað er hlutfallið af réttum spurningum á móti spurningum sem voru sýnd. Þannig að þetta er eitthvað hlutfall. Þannig að ef við fáum svörin 10 af 10 þá er hlutfallið 1, ef svörin 0 þá fær það 0. Þannig að þetta er eitthvað tala á bilinu 0 og 1. Og svo er bara eitthvað hérna, eitthvað bla sem er í raun segir bara hérna, þetta nýtir hérna, þetta er nýr operator sem er exponent operatorinn. Þannig að þetta segir t í öðru veldi sem er þá þessi hérna tala í öðru veldi plus correct sinnum total deilt með time sinnum 100. Ég man ekki hvaðan ég fekk þetta en hér er þetta. Hér síðan er að kvarta er blessað ég er slengt að kvarta yfir því að við sem að blanda saman operatorum, þannig að við setjum auka svega hérna. Hvað er trailing slash hérna? Trailing komma. Ok, þannig að þetta er þá eitthvað fall hérna sem við getum notað til að reikna skorið. Þannig að við segjum hérna í leiknum okkar, þá ætlum við að kalla í þetta og þá getum við aftur notast okkur það að við getum bara auto-includa þessu með því að segja score og þá er það hérna auto-import. Það er það komið. Og hvað, það tók inn total, correct og time. Playtime er hérna, þannig að það er svona. Einhvern veginn tókst mér ekki að importa þessu.
svona, en nú það komið hérna. Nota bene, þá allt það sem við gerum hérna í raun eins og við værum í raun að vinna þetta inn í módúlunum sem við vorum að gera í byrjun. Það sem við vorum með hérna eitthvað const, eitthvað hérna inn í IFI, að því að rollup mun í raun sjáum það fyrir okkur í lokin að gera það, búa það til. Ok, þannig að núna í lokin þá viljum við fá result text sem á að taka við textunum. Hann bara result text og hann verður þá hérna result text.text content verður text. Ok, þannig núna getum við gert hérna 8, eitthvað, 64, stress. Ok, þú svaraði 2 af 7 spurningum og fékkst 100 stig fyrir. Skráðu þig á stigatöfluna. Þannig núna þarf ég eitthvað að gera hérna til að skrá mig á stigatöfluna og þá ætti þetta færast hingað og vistast hér og síðan næst þegar ég í raun reloada þá ætti ég að haldast inn á stigatöflunni. En við skulum bara halda áfram með það í næsta fyrirlestri þar sem við skoðum í raun hvernig við notum þetta storage hérna sem þá í raun að nota local storage sem API sem að browserinn býður upp á til þess að vista þessar upplýsingar. En nú klukkan orðin 17:20 þannig að ég ætla ekki að halda ykkur lengur en það í dag. Þannig að ég segi bara takk í dag.